Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Yeah, we praise you. Oh, we praise your holy name. You gave us the victory. Shemai dorased himliken yostoramanya. Shalaken yusiri lekeria mashandaraka. Lesara la 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 siniendolo. Sheyasuryo. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King, and so do we. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Yeah, Lord. Shimotarasmeya, emaisikirio sondolo torios terimedio. Hallelujah, hallelujah. We sing a song of victory, yes we do. We sing a song of victory.
You are so wonderful. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Yeah, we love you. Quiero sondolo shara masara kibesedu. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of Jesus to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. So if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Oh,
your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Amen, 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 amen. Just raise your voice. Just praise Him. Just praise Him. Just praise Him. Yes, just praise Him. Come, say, Gloria, come, lift your voice. Celebrate Jesus. The King of Kings, my friend and my Savior, the Holy One living inside me. You, Holy Spirit, living inside me. We love you, we love you, we love you, we love you. Shana basana la kera basando, kiboro sandoro to, la shambara ki. Shana la kera sandoro yesterday. Jesus, we love you. We love you. We love you. We love you. You see, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My shelter, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. So come, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty hand. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy
the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, I shall like I say, you are so good, you are so good. We just declare that we love you. Give my side, you can see. Jesus, we love you. We love your presence. We love that you have brought heaven to us. We love you, the Holy Spirit. You have all glory with you inside us. All the fullness of glory. We praise you. Holy Spirit, we praise you. You are radiant. You are so awesome. You are so awesome, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, we can't live without you. Holy Spirit, Holy Spirit, yeah, we love your presence. Flow like living water, just come and flow like living water. Flow into us, into our emotions, into the feelings. Yeah, come Holy Spirit, stir up spirit, stir up feelings, so we feel out of the glory from heaven. She gave you son on your singing. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Praise you, we praise you. We praise you, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. God is good. Þá ætlum við að bjóða ræðumann okkar velkominn og Snorri að fara túlkan í kvöld. Paul, welcome. Snorri is going to interpret you. We have to connect you, you know that. Thank you. Thank you. Ha, já, ég nota hann, já. Okay, I can start up here. Well, Bwana Sifiwe, Kanisa. In Swahili, that means praise the Lord, church. Heyrðu það, hann er að tala tungum. Það segir bara lofið drottinn. Þetta er örugglega Afrikutungumáli. It's a Swahili. Amen. That's the national language of East Africa, and that's where we come from, Kenya. Þaðan komum við, kom frá Kenju í Austur-Afríku og ég var að ávarpa ykkur á því tungumáli sem það er notað. Yeah, So you will learn Icelandic now. So I'll then try. you can speak in tongues a lot. Þá getur It það tala sounds like tungum that. víða. Praise the Lord. Dýr sé Guði. I greet you in the name of the Lord Jesus Ég heilsa Christ. ykkur öllum í nafni Jesú Krists. I also send greetings to you from our brothers and sisters in Kenya. Ég er með kveðjur til ykkar frá bræðrum okkur og systrum í Kenju. They know some of you very well, Snorri, his wife. Þau þekkja sum ykkar mjög vel, bara á góðu, konu mína og mig og Kitta og Dísu. Yeah, amen.
And you've impacted those people Þið hafið haft áhrif á það fólk by sending your pastors and their wives, bæði með því að leyfa okkur Kitta og Tísu og Hrefnu að fara til by your prayers, your support. og svo stuðningin og svo bænirnar ykkar. You can't imagine a church this size, how they can reach the world. Þið áttu ykkur ekki á hvað svona lítil kirkja eins og þessi nær langt til að sjá í heiminn. From the Philippines, Við tengjum okkur alveg við Filippseyjar from Pakistan, og Pakistan, from India, Indland, from Africa. svo það Austur-Afrika. Yeah, you've reached thousands of people. Svo þið sjáum að þessi kirkja hún hefur náð til talsverð fjölda. And you're such an inspiration to us Og þetta líka mjög svona, þetta innblástur fyrir okkur. that you're doers of the word and not hearers only. Að þið eruð eins og gerendur í heiminum, ekki bara að sitja hér. We all have a great reward because of that. Við vitum að við fáum mikil laun Yeah, að lokum an eternal one og það eru þessi eilífu laun by doing the works of Christ. að vinna verki Jesú Krists. Amen. Amen. So there's something, you know, in the African culture, spending 33 years there, Það svolítið við Afríku, við erum búin að búa þar í 33 ár and I'll tell you a little bit of our story in a few minutes. og ég ætla aðeins að segja ykkur svona sögu okkar í fáum orðum eftir nokkra mínútur. But Africans, especially the ones in East Africa, they're very ceremonial. En í Austur-Afríku þá eru þeir mjög svona, við getum sagt, bundnir við rítúali eða svona And they use ceremoníur. they use a lot of symbols for symbolism to explain things. Og þeir nota tákn til þess að útskýra hlutina. Yeah, they tell stories. Þeir segja sögurnar. But tonight, I just want to take a few minutes just to do a some small words and hand something over to the pastors here and their wives. Og ég ætla bara að leyfa ykkur að sína hvernig þeir fara að í Austur-Afríku og sína ykkur svona hvernig þeir fara að. Þetta er svona hluti af okkar siðvenjum þarna út í Afríku. There's something that we do in African culture. Það er svolítið sem við gerum í þessari afrísku menningu. We award staffs to the elders. Við verðlaunum öldunga og starfsfólk safnaðana. Or the leaders of the tribes. Eða leiðtoga ættbálkanna. And we do that because to show them that we respect them as leaders. Þetta til þess að sýna þeim að við virðum þá sem leiðtoga. These are symbols of strength. Þetta tákmynd upp á styrkleika. Of their leadership. Af leiðtoga hæfileikum þeirra. The wisdom that they carry. Og síðan líka af þeirri visku sem í þeim býr. And the authority that they have. Og valdið sem þeir hafa búa yfir. Well, your pastors here, they have spiritual authority. Og þið vitið að forstöðumenn ykkar hérna hafa andlegt vald. As leaders of this church. Sem leiðtogar þessara kirkju. And preachers of the gospel in Iceland. Og boðbera fagnarerítisins á Íslandi. They have great wisdom. Þá hafa þeir sýnt mikla visku. From the word of God. Frá orði Guðs. They have authority over the demonic realm. Og þess vegna hafa þeir vald yfir Satans og óvinarins veldi. Yeah, and they share their leadership. Og þeir miðla þannig leiðtoga starfseminni. As examples to us. Af því þess vegna eru þeir eins og fyrirmynd fyrir okkur. On how we should be as Christians. Og hvernig við eigum að hafa okkur sem kristnir. So we value them. Svo við virðum þá. They're valuable to us. They're an inspiration to us. Þeir eru líka mikilvægir fyrir okkur og þeir eru áhrifavaldar í okkar lífi. To be able to fight the good fight of faith here in Iceland and beyond. Þeir eru tilbúinir að berjast trúarinnar góðu baráttu hér á Íslandi og fyrir utan landsteinana þess vegna. They've been relentless in their faith. Þeir hafa sýnt í raun og veru að þeir eru þolnir í trúnni, halda áfram. They've faced opposition. Þeir verða fyrir andstöðu.
and they've endured like a good soldier of Jesus Christ. Og þá fara þeir að sína að þeir duga og þeir þola eins og góður hermaður Jesú Krist. So, because of that, we want to offer you this staff as that symbol, Pastor Snorri. Þakka þér fyrir. Sem takkmynd þetta, þá fæ ég gefið þennan staf. And I have one for Pastor Kristen. Og ég hef eitt fyrir hann Kristinn ef hann þorir að koma hérna fram og ná í hann, Kitty minn. Komdu, láttu sjá þig. As a symbol of their spiritual authority in this place. Og þetta svona takkmynd upp á þetta andlega vald sem við höfum á þessu stað. Oh, there he is. Pastor Kristen, I want to, have you heard what I said? Yeah. Okay. Well, here's your staff. And we bless you in the name of the Lord. Já, takk fyrir. Þetta blessum sem fylgir okkur. Og bara svona til að sýna ykkur, þá þetta eru fánalitirnir í keníska fánanum. Og meira að segja skjaldarmerki þeirra hérna á keníska fánanum. Okay, I want to invite my wife here. She has something to speak over. Svo ætla ég að fá konu mína hérna upp. Hún hefur eitthvað meira að segja. Well, praise the Lord. Dísa, vilt þú túlka hana? Dýr sé Guði. Komdu Dísa. Látum Dísu túlka hana líka, hún hefur gott að því. Let Dísa interpret for you. Okay, thank you. That's my dream. I'm really happy to be here. Ég raunverulega hamingjusum að vera hérna. So much joy to be back here in this place with you. Það er svo mikið gleði sem fylgir því að vera komin hérna aftur og vera meðal ykkar. We've had the privilege of being together with some of you in Kenya. Já, sum ykkar hafa komið til Kenya og við hefum notið þess að vera með ykkur þar. And we're so thankful just to be part of your church. Og við erum svo þakklátt fyrir að bara vera hluti af þessari kirkju. And we'll have more to share with you later. Og við munum deila með ykkur áfram yfir helgina. But I want to have Repna, and I have Disa here. Hrefna mín, komið á okkur. There's something that I want to give them. Yes. Let me say a little bit about it. These are African stone necklaces. These are African stone necklaces. Afrikanskar hálsmenn með steinum, jarðsteinum frá Afríku. They mean something. Og þeir túlka When eitthvað sérstakt. they're worn there, Þegar að þú berð þessi hálsmenn í Kenya, the stones Mhm. represent something. að þá þýða steinarnir eitthvað sérstakt. And so, when worn, it's a way for women to embody their legacy, to live out their legacy. Legacy. Legacy, like Já, They're- eitthvað they're- they're fyrir hvað þið standa. Já, einmitt. and let me go on, and to express like a quiet strength. Það verður til þess að sína svona hljóðláta styrk. So, and also it's like a declaration of their identity. Og líka það sýnir hvað það standa fyrir. I like to look at it as Jesus is our rock and chief cornerstone. Mér langar að túlka það þannig að Jesús hann okkar steinn og okkar hornsteinn. As women leaders, Og sem konur í þjónustu, leiðtogar, you are leaving a legacy as well. þá skiljum við eftir okkur einhvers konar legacy. Hvað er þetta legacy? Arfleið. Þess vegna er ég ekki að túlka því þetta gengur svona vel. Through quiet strength, Já, sometimes. through your, I know, I wasn't going to go there, but through the strength that you both have. Já, Yeah. við stjórnum með styrkleika sem kannski sést ekki alltaf. Já. And we lead through this quiet strength, Já, hljóðlega. and our identity is solid Og okkar einkenni sterkt in our rock, Jesus Christ. vegna þess að það stendur á klettinum okkar, Jesú Kristi. See you Amen. both as pillars of strength.
að hún sér okkur sem að sterkar súlur and leaders. og leiðtoga. And you're impacting many lives. Já, You're reaching many Yeah. people. já, og þær hafa áhrif á margt fólk. Svo erfitt að túlka þegar verið að tala mann sjálf. Amen. So as you look at these stones, Þannig að þegar þið lítið á þessa steina, Jesus is our rock. þá munum við það að Jesús kletturinn okkar. And it's in him we have our identity. Og það í honum sem að okkar einkenni And I value you and love you so much. Ég met ykkur mikils og elska ykkur. Sömuleiðis. Same to you. Það er sagt í Biblíunni ef þessi þegðu, þá munu steinarnir hrópa. Svo ef við Kitty þögnum, þá taka konuna við. Þá fara þeir að hrópa. Please. Yeah, and normally we do dances and sing too, but we won't do that for you tonight. Venjulega þá eru samkomnar hjá okkur þannig að allur söfnurinn sem fer að dansa og hreyfi sig. En ég ætla að hlífa ykkur við í kvöld. But I've asked to share a little bit about our journey as missionaries. En við höfum gert meira heldur en verið bara segja ykkur frá þessari ferð okkar sem trúboðar. Yeah, but I like to relate it to today being Good Friday, Mér langar aðeins að tengja líka vegna þess að það er núna föstudagurinn langi which commemorates Jesus' journey to the crucifixion. sem auðvita það sem við minnumst ferðar Jesú Krist á krossin. And we know the end of the story, which ends on Easter. Og sagan krossin hún endar ekki á föstudaginu langa. Við vitum hvernig endinni var. But Jesus as human as he was, and even God, En eins mikill maður og hann var, þó hann hafi verið Guð, he struggled between human will and God's will. að þá var hann að glíma við sinn eigin vilja, holdsvilja In og fact- Guðs vilja. In fact, before Good Friday, you know, when he was in the garden and he prayed, Þið muni eftir þeim kafla í sögunni þegar hann var að biðja í Getsemane garðinum, þá bað hann ef mögulegt as he prayed to the Father, like, can you, like, can I not do this? Like, in paraphrasing. Þú veist, hann talaði við föðurinn og sagði, ef mögulegt að bikaðinni farið fram hjá mér. And that was the human side. Það var þessi mannlega hlið Krists. But the spiritual side of it said, not my will, but your will, Father, be En done. hinn andlega hlið hans sagði ekki minn vilji, heldur þinn vilji. You see, the ultimate test of our faith is doing in obedience to God's word. Og það svo mikið próf á okkar trú, það hvort við hlýðum Guðs orði. And we'll all face that. Og við þurfum öll að horfast í augu við það. Because God's will leads to our destiny in this life. Því að vilji Guðs að leiða okkur til endamarkana, til takmarkana. It leads to the plan and purpose of why we were born. Það kemur alltaf að því að það tilgangur með fæðingu okkar og tilgangi lífsins. It was not just to wander the earth and just live every day to survive. Þetta ekki bara spurningunum það að vera hér á jörðinni þessi 70-80 ár og þrauka hvern einasta dag. But God has a plan for each and every one of us. Því að Guð hefur miklu stærri áætlun með þig og mig. And it lies in his will. Bæði í lífi okkar og vilja hans. So in 1998 we visited a small church not much bigger than this in our village. 1998 þá heimsóttum við kirkju sem var álíka stór þessari í þorpi okkar í Kenyu. This was in the United States. We were invited by our one and only neighbor. Já, þetta var í Bandaríkjunum. Það var eiginlega eini nágranni okkar, getum við sagt. Yeah, who bothered us to no end until we agreed to come to church. Hann var alltaf að suða í okkur
og hann lét ekki af því fyrir við loksins komum í kirkjunni þeirra. We were Christian by name, but we were far from being saved. Við vorum svona kristina nafnur til, en við vorum ekki frelsuð. We were not criminals, but we were not holy angels either. Við vorum engvi glæpamenn, en við vorum heldur ekki heilaðir englar. Yeah. But that day we met Jesus face to face. En þarna í kirkjunni, þegar við mættum Jesú Kristi augliti til auglitis, And we got born again. og við endurfættumst, And from that day forward, our lives changed. og síðan þá hefur bara drottin ráðið í lífi okkar. It was like our brother Thomas talking about that encounter he had. Þetta var bara eins og Tómas var að minna okkur á þegar hann fekk bænasvarið með krabbameinið. As he became a true worshiper. Og hann breyttist og var sannur tilbiðjandi. Well, that was the beginning of our journey. Og þannig var okkar ferð líka. And upphafið af henni. someone gave us a Bible and said, you have to read this. This is God's word to you. Einhver rétti að okkur Biblíu og sagði, þið verða að lesa hana, þetta orð Guðs til þín. And we realized that the word of God is the will of God. Og við áttum okkur snemma á því að Biblían, hún orð Guðs og vilji Guðs. We're all written in this book. Og það búið að skrifa þetta allt saman niður í þessari merkilegu bók. This is God's word to us. Þetta orð Guðs til okkar. So as we started in the Gospels, Svo við hófum lesturinn á fagnaðarerindinu and you read, Jesus said, come and follow me. og þá getið þið lesið að hann segir, komiði til mín og fylgi mér. Don and I said, yes, we'll follow you, Og við Jesus. sögðum bæði, já, Jesús, við viljum fylgja þér. And as he went on, Og svo þegar gangan and hófst, we studied the life of Jesus, og við fórum að rannsaka og stúdera ævi Jesú Krist, how he ministered, hvernig hann fór að, how he healed the sick, hvernig hann læknaði hana sjúku and taught the word of God. og kendi Guðs orð. As we saw in John 14:2, he says, the works that I do, you shall do also, and even greater works. Og við lásum í Jóhannes í 14:2 þegar hann segir, þau verk þið sjáum mig gera, munu þið fá að gera og gera enn meiri verk. Yes, Jesus, we'll do that. Já, það viljum við gera, sögðu við. We'll follow you. Við viljum fylgja þér. We'll do your works. Hvað verkið þitt? And we begin to submit to the word of God, the will of God. Og þá byrjuðum við að beygja okkur undir orð Guðs og vilja Guðs. And as we came to the end of the Gospels, Þegar við komum að enda fagnaðarerindisins, in Mark 16:15, við fórum í Markus 15:16 that said, go and preach the gospel to the world. og þá segir Markus þetta farið út allan heim og prediki gleðibóðskapinn. As we read in Matthew 28:19, go and make disciples of the nations. Sama sáum við hjá Matthíusi 28:19, farið til þjóðanna og búið til lærisveina. We came to that decision. Yes, are we going to go or are we going to stay? Og við komumst að þessari spurningu, ætluðu að vera heima eða ætluðu að fara út og segja fólki frá? Well, God's word didn't tell us to stay, so we must go. Og þá kom orð drottins til okkar þannig, þið verðir að fara. Then the question came, where, Og þá how, spurðum við, all those things, when. hvernig eigum við að fara að? Hvað eigum við að gera? But as we were in that small church, Og þegar við vorum í þessari litlu kirkju, missionaries came just like we're here right now with you. þá kom trúboð í heimsókn, alveg eins og við komum nú til ykkar. And those missionaries were from Africa, Og þessi trúboð voru frá Afríku, from the Congo. frá Kongó. And at the end of the service, they showed us pictures and what the work that they were doing in Africa. We weren't interested. Í samkominni sýndu okkur myndir frá stöðu þeirra og starfi í Afríku og við fylltust af áhuga. But our daughter of 5 years old, Það var dóttir okkar 5 ára. when they asked if anybody wanted prayer, Þá spurðu þau, svona í loku stundarinnar, einhver hérna sem vill fá fyrirbæn? our 5-year-old daughter got out of the pew by herself and walked up and prayed with those missionaries. Og litla stúlkan okkar, hún labbaði út úr röðinni og kom fram og þáði fyrirbæn hjá þeim. And she came back and said, Mommy and Daddy, Og svo kom hún til okkur og sagði, mamma og pappi, God spoke in my heart that I'm going to be a missionary to Africa. Guð talaði til hjarta míns og sagði, ég á að vera kristniboði í Afríku. And at that moment, it's like,
just sit down and be quiet. Á því augnabliki þá sögðu bara, sest aðeins niður og ertu róleg. But from that moment, in that time, missionaries started coming out of the woodwork. En vistu það að frá þessu augnabliki þá bara fór eiginlega starfið okkar frá að vera smiður og í annað. Those words of Jesus, come follow me, I'll make you fishers of men. The works that I do, you shall do also, and go and preach the gospel into the world and make disciples. Þessi orð sem að Jesús sagði, komið fylgi mér, ég mun gera ykkur að mannaveiðurum, farið út allan heim og segið frá og búið til lærisveina. That never left our ears Þetta hefur aldrei horfið frá okkur. until one day Svo einn dag in our church, í kirkjunni okkar, missionaries came again. þá komu trúboðar aftur. This time to do a missionary course in Bible teaching. Og þeir voru að kenna okkur ýmislegt og meðal annars voru með biblíulestra. And they were from Kenya. Og þau voru frá Keníu. And they came and asked us, the Lord spoke to us to invite you to Kenya. Og þau komu til okkar að mála við okkur og þau buðu okkur að koma með til Keníu. And that day the door opened. Og þar með opnuðu dyrnar. We were faced with that decision. Do we go or do we stay? Og við stóðum frammi fyrir þessari spurningu, eigum við að fara eða eigum við að vera? You see, the Bible is the most accurate sort of who God is in his ways. Þetta besta heimildin það hver Guð það Biblían. And he was speaking so clearly. Og hann talaði svo skýrt við okkur. And the Holy Spirit, that voice inside of us, Og þessi rödd heilags anda hið innra í okkur. that's in each and every one of us here, Og þið heyrið hann öll hið innra í ykkur líka. began to lead and guide us. Og það var einmitt það sem við gerðum, við báðum hann að leiða okkur og leiðbeina. And in the mouth of 2 or 3 witnesses, Og svo í votta, tveggja, þriggja, God við began to speak when and where. að þá fór Guð að minna á hvenar og hvar við ættum að vera. But one thing we must remember, the how belongs to him. Og þá kom alltaf að þetta, hvernig við tilheyrum honum. When he calls us, he'll make the way. Þegar hann kallar okkur, þá mun hann ryðja brautina. And, you know, our human logic was saying, you know, how can this happen? Við með okkar holdlegu röksemdum, við vorum alltaf að spyrja, hvernig þetta mögulegt? Is it safe to bring our children to Africa? Eigum við að fara með börnin okkar til Afríku? Our parents were telling us, you go, but leave your children here. If you want to go and kill yourself, go, but leave your children with us. Foreldrar okkar, þeir svo, já, þið megin alveg fara, en þið látið börnin vera kjur. Our friends, our family, even our church members were saying, God needs you here. You don't have to go. Meira að segja, safnað meðlimitir, systkin og bræður í söfnunni sögðu, já, við þurfum frekar á okkur að halda hér, þið þurfum ekki að fara. All that sounded logical according to our human understanding. Alveg samkvæmt svona holdlegum mannlegum skilningi. But God's word in Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust the Lord with all your heart. Svo komu orðskviðni 3. versið, treystu drottni af öllu hjarta. And lean not unto your understanding. Reiddu ekki á eigið hyggjuvit. But acknowledge me in all my ways. Þekkið, bara kannistu við mig á öllum vegum ykkar. And I will direct your path. Og ég mun leiða ykkur áfram. So 5 years later, Svo var það 5 árum síðan, after getting saved, eftir að við höfum frelsast, we boarded that plane þá fórum við borð við flugvélina with our 2 children, 5 and 8, með börnun okkar 2 and $150. og $150 í vasanum. And today, En í dag, we have a Bible training center for the local church þá erum við með biblíuskóla fyrir kirkjurnar í Keníu. in which your pastors have come, Solvi here has come. Og við Kitti höfum komið þangað og bæði Dísa og Hrefna og Sölvi hefur komið. Yeah, and they've stood by us for almost 20 years from 2007. Og þetta starf búið að vera gangandi alveg í 20 ár frá 2007. And today, Og í dag, we have approximately, I lost count, but it's approximately 800 graduates throughout
different við búin countries. að útskrifa yfir 800 forstöðumenn. And I just, calculated about 700 of those church leaders and pastors are in ministry Og við vitum, today. miðað við það sem við erum að rekna út daginn, það eru yfir 700 af þessum nemendum starfandi sem forstöðumenn og hirðar í And Keníu. they minister to approximately 50 people a week each. Og þeir eru að þjóna í þeim eftir 50 manns í hverju einustu viku. Yeah, in church services, in outreach, in Bible studies. Bæði innan kirkjunar og svo út á torgum og með biblíurannsóknum og lestrum. So that 50 people times 700 is 35,000 people a week hearing the gospel of Jesus Christ. Svo þið getur bara rétt reiknað þetta út, 50 sinnum 730 sem að eru að vitna drottin. And if you times that times 52 weeks out of the year, Og svo sjáðu þið, ef þið mannar hvað þetta sá með 52 vikum á ári, if anybody knows their math, that's 1.8 million people or more a year hearing the gospel of Jesus Christ because of you og people. meðan við síðasta útreikning, þá erum við bara komin með yfir 1 milljón manns á hverju einasta ári sem að við og biblíuskólinn okkar er að ná til í Afríku. Working together as the body of Og Christ. við vinnum þannig saman sem líkami Krists. And that's to your account in heaven. Og það þetta sem að heiminin telur, As og well telur mikið. as ours. Og ekki, þetta hefur áhrif á okkur, So I'm blessed svo við teljum okkur to be blessu able to be with such people. að vera með svona fólki Yeah, that have a heart for the world, sem að hefur hjarta fyrir heiminum, not only in Iceland but beyond. ekki bara hér á Íslandi, heldur áfram til annarra landa. Truly, we are fulfilling the great commandment, the great commission Jesus gave Sannarlega us. erum við að láta Kristibóð skipunina virka. Go and preach the gospel and make disciples of the nations. Farið út og prediki fagnaröndið og búið lærisuna til af öllum þjóðum. And I commend you for that. I salute you. Og ég bæði hrósa ykkur fyrir það og sýni ykkur virðingu mína. And we're so thankful and inspired by you. Og það hefur veitt okkur innblástur að fá að hitta ykkur og fá stuðning ykkar. Yeah, you would choose people like us to partner with. Að þið hafi valið fólk eins og okkur til þess að eiga hlutild í. Truly, it takes the hand of God. Sannarlega þetta bara fingur eða hönd Guðs á meðal ykkar. We stay very far from you here. Við erum afskaplega langt frá ykkur, Yeah, all the way in East Africa. alla leiðina í Austur-Afríku. But God joined us together En Guð tengir okkur saman for this purpose. bara í þessum eina tilgangi. This is divine destiny. Þetta guðleg tilskipun. This is the plan of God. Þetta áætlun Guðs. And we're so thankful for that. Og við erum svo þakkláttir fyrir það. So we love you. Svo við elskum ykkur. We pray blessing over you. Við byggjum blessunar yfir ykkur. May God give you long life Megi Guð gefa ykkur langlífi. and satisfy you with his salvation. Og fylla líf ykkar með bæði blessu sinni og frelsu. Let him bring health and blessing to you. Leyfi honum að koma með blessun og lækningu til ykkar. Favor and promotion in your jobs and the work that you do. Og það verði svona, þið fáið að njóta gæðanna frá blessun hans. That is the will of God. Það Guðs vilji. Amen. Amen. Praise the Lord. You know how far you are from Kenya to here? It's quite a few thousand kilometers, I'll tell you that. It's Two over planes. 5,000 kilometers, Well, that's thousands. but feel like home. Thank you. God bless you. Thank God you, bless Snorri. you. Thank you. Amen. Amen. Getum við gjörðu svo vel. Já, við ætlum að enda þessa samkomu með brauðsbrotningu og síðan ætlum við að hittast þetta klukkan 10 í fyrramáli og þá ætlum við að fá að líta inn á bara biblíuskóla í Kenía vegna þess að hún ætlar að taka eina kennslustundina sem hún kennir og hefur verið mjög leysandi fyrir marga nemendur sem hafa komið og klukkan 10 í fyrramáli ætlum við að halda áfram, síðan verðum við hérna annað kvöld líka klukkan 6:30, þá matur fyrir þá sem vilja koma og síðan lofgjörð á eftir
endum á sunnudags morgun klukkan 11. En það hérna vers í fyrra Korintubréfi sem ég ætla að lesa. Það segir sá bikar blessunarinnar sem við blessum hann ekki samfélag blóð Krists. Brauðið sem við brjótum það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt erum vér hinir mörgu einn líkami.